sterkur sigur, ekki ótt að segja það, og ná fyrsta sigrinum í seríunum. Hversu mikilvægt Það náttúrulega bara, þú veist, jú, þetta það betra, skilur við, þú veist, það einn sigurleikur af 3, það klárlega betra en að tapa honum. En þú veist, ef við talaðum eitthvað heimaleikjarétturinn komin yfir og eitthvað svona dót, það virðist ekki skipta neinu máli að Mýrdalsstráar liða. Þannig að við reynum bara að gíra okkur upp í að vinna næsta leik sömuleiðis og taka þetta eitt skref vinur. Hvað finnst þér vera svona vendipunkturinn í kvöld sem að skila þessu til ykkur? Mér fannst við vera að ná að gera það sem við lögðum upp með núna í síðasta leik, sem að reyna að taka sem mest frá Brittany Dinklage. Hún skjóta 21% held ég í leiknum, man ekki nákvæmlega, með 12 stig og 13 stig í síðasta leikamóti. Og það erfiðara fyrir Keflavík að vinna ef hún ekki að skora fullt af stigum. Er þetta eitthvað sem þú lagðir upp fyrir leikinu? Já, það alveg sýnilegt að hvernig við spilum og við fókusurum mikið á Brittany þegar hún með boltann. Og í seinni hálfleika sem við náðum að gera betur var að láta hann að gefa boltann fyrr og munum örugglega að nota einhver svipubrögð. En svo líka, við búumst alveg við að þau einhverja ásöp í erminni og þá þurfum við að breyta líka. Þetta endalaus skák. Og þetta líka kannski eins og við byggumst við og meira svona upp í loftinu heldur en leikinni muni verða. Þetta hlýtur að verða svona meira analytikal og fyrirsjáanlegt sem spennandi líka. Náttúrulega ekki mikill munur á þessum liðum, aðeins 2 stig sem að skilja þau í deildinni. Þetta bara, getur þið farið að sjá bara ótrúleik? Ekki of snert að fara að spána það? Já, og ég held ekki að það skrítið, ég veit ekki hvernig að svara þessari spurningu út af því. Þá ég að segja já, við munum tapa 2 leikjum sko. Við ætlum alltaf bara að reyna að vinna næsta leik og leikina eftir honum líka. Svo hvað? Það væri fallegt, en það verður erfitt líka. Takk fyrir þetta. Takk sem leiðis.